Ný og stórglæsileg Sagaláns setustofa Icelandair var opnuð nýlega í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nýja setustofan á 3. hæð í suður byggingu flugstöðarinnar og 1350 fermetrar að flatamáli, tvöfalt stærri en eldri setustofan var á neðstu hæðinni. Hönnur eru þeir Eggert Ketilsson og Stígur Steinþórsson. Íslensk náttúra og menning í hávegum höfð í nýju setustofunni, þar sem áhersla lögð á þægindi, gæði og gestristni. Þaðan líka stórbróti útsýni, nærri því allan hringinn yfir Reykjanes, Faxaflóa og allt vestur til Snæfellsjökuls á heiðskýrum degi. Ekki ólíklegt að fleiri muni nú gleyma fluginu sínu því hægt eiga góða stundir í skemmtilegum legubekkjum og hægindastólum eða við arinn eld. Suðurnesjamenn eiga mestallan heiðurinn af sjálfri uppsetninga og smíðavinnunni í nýju setustofunni. Þar fóru fremstir starfsmenn og eigendur trésmíðaverkstæðis Stefáns og Ara, en þeir bræður hafa komið að vinnu við síðustu setustofur Icelandair í flugstöðinni. Jenny Voltesdóttir setustofustýra og hún var mjög ánægð með útkomuna. Já, gríðarlega. Ég mjög ánægð. Þetta hefur tekist mjög vel. Við erum að stækka húsnæði okkar tvöfalt og það sem við erum með sætispláss fyrir 330 versus við vorum með 120 á gamla bílstofan okkar. Og þetta skemmtileg hönnun hérna? Mjög skemmtileg. Eggert Ketilsson og Stígur Steinþórsson eiga þessa hönnun og eru að blanda íslensku náttúru. Íslensk náttúra sannlega í hávegum höfði hérna? Akkurat, jú, það akkurat þannig. En hvað komið til með að þjónusta fleiri flugfélög heldur en ykkar eigið Icelandair? Já, við erum með 4 önnur flugfélög hér hjá okkur. Við erum með Lufthansa, Air Baltic, Finnair og Delta. Þeirra viðskiptavinni hafa aðgang á okkar Sagaláns einnig. Það er ótt að segja að ferðaþjónustan hafi sé orðin okkar aðalatvinnugrein ekki síst hér á Suðurnesjum. Þú ert múin að vera nokkuð lengi í þessum bransa ef ég má segja svo. Mikið rétt, ég byrjaði nú á félaginu 13 ára gömul. Hér ég og hér ætla ég að vera áfram. Því þetta svo skemmtilegt að fá að þjónusta okkar viðskiptavinni. Gaman að vera innan ferðalanga? Já, það er mjög gaman, mjög gaman. Og það virðist vera líka þannig, ég horfa í kringum mína samstarfsfélaga og það virðist allir hafa gaman að því að vera hér í flugstöðinni og vinna við að þjónusta okkar viðskiptavinni og vera í þessum bransa eins og maður segir. Útlendingarnir eru ánægðir með Ísland? Ó já, mjög ánægð með Ísland. Og það svolítið skemmtilegt að segja frá því vegna þess að þar sem ég ferðast mikið víða erlendis, að þar sem ég minnist á Ísland, þá virðist allir vita hvar Ísland á hnettinum í dag versus fyrir 10 árum síðan. Þannig að við erum að vaxa gríðarlega og okkar heimaland orðið mjög vinsælt. Þú ert búin að vinna þetta lengi, svo segir. Hefur ímyndaðir, bara fyrir kannski nokkurum árum síðan, 5 eða 10 árum, þú ert búin að vera í eldlínunni hérna í flugstöðinni, að þetta myndi vaxa svona mikið? Nei, ég gat ekki séð þetta vaxa svona rosalega mikið. Alls ekki. En eru við að höndla það vel? Já, eins vel og við getum, já. Og það allir í góðu skapi hérna í Sagaláns? Alltaf, allir í góðu skapi hér. Alltaf. Ein af Boeing 757 vélum Icelandair var máluð nýlega sem Vatnajökull en fyrir á félagið Norðurljósavél sem hefur vakið mjög mikla athygli. Vatnajökullsvélin hefur þegar fengið mikla athygli enda glæsileg eins og sjá má á þessum myndum.